Nú ég að koma úr búð, annars vegar var ég í Bónus og hins vegar keypti ég smá málningu. Og ef ég skoða kvittanirnar, þá stendur hérna VFSK annars vegar í Bónus 11% en í málningabúðinni 24%. Hvað er þetta VFSK? Jú, þetta er virðisaukaskattur. Á Íslandi eru 2 þrep í virðisaukaskattinum. Það er annars vegar 11% sem er matvara og svona ýmislegt sem við teljum til nauðsynja, en allt hitt, bæði vörur og þjónusta, er með 24% virðisaukaskatti. Þetta er í raun bara leið hjá ríkinu til þess að fá pening fyrir þann pening sem við erum að eyða. Ef að ég er að reka búð, kaupi inn vöru á kannski 800 kall og ég ætla að leggja 200 kall á ná, sem er 1/4 af innkaupsverðinu, þá kostar það 1000 kall, þá á ég eftir að leggja virðisauka á ná. Ef þetta væri matvara, myndi ég leggja 11% ofan á 1000 kallinn, sem væri þá 110 krónur í viðbót. Eða ef þetta væri 24%, þá var það 240 kall. Þannig að þá myndi ég ekki selja vöruna á 1000 kall, heldur 1110 krónur eða 1240 krónur. Þetta hét í gamla daga söluskattur. Sumir ruglast pínu á þessu, halda að maður borgi jafnvel virðisaukaskatt oft, því að ef að ég er með litla búð einhvers staðar, kaupi kannski bara inn í búðina mína í Bónus og svo eitthvað svona dót. Þá náttúrulega borga ég virðisaukaskatt í Bónus, á ég þá að leggja virðisaukaskatt aftur á í búðinni minni og er þá virðisaukaskatturinn tvöfaldur? Nei, ef ég er með rekstur, kaupi vöru sem er með virðisaukaskatti á, þá fæ ég þann virðisaukaskatt endurgreiddan. Það er alltaf, ríkið fær alltaf bara síðasta virðisaukaskattinn, þar sem að sölukeðjan endar. Þannig að ég þarf ekki í raun að borga virðisaukan í Bónus af því ég skila virðisaukaskatti þegar ég sel vöruna frá mér.